Jú, þetta fyrir Jóa og... Testing. Heyrðumis. Ég veit ekki hvað þetta sér hlustan. Var út einhverjum frasa í Seinfeld og það var eitthvað. Jói, virkar þetta? Getum við byrjað að... Já, byrjað. Gjörðu svo vel, Freyr. Takk að fyrir. Ási líka. Já, æ. hann ætlar að slökkva símanum sínum fyrst. Eða setja svona flight mode fyrst við erum með þetta svona græjur. Það er verið velkomin á þennan fjölmiðlafund A-landsliðs kvenna fyrir komandi verkefni. Með mér hér í dag er Ásmundur Haraldsson, aðstoðarþjálfari og aðstoðarþjálfari FH. En aðstoðarþjálfari Breiðabliks, Ólafur Pétursson, það þorði ekki að mæta. Það sem að lítur út fyrir það að FH sé að fara á toppinn í kvöld og hann treystir sér ekki að vera í sama herbergi við. Þannig að við ákváðum bara að leiðum vera heima í Hofsstaðaskóla á meðan við förum yfir þetta. Við ætlum að fara yfir bara helsta, seinustu verkefni og svo framhaldi. Bara í stuttu máli varðandi síðustu verkefni kvennalandsliðsins. Þá fórum við til Færeyja og Slóveníu og svo til Færeyja og vorum þar í góðum hópi fjölmiðlamanna og áttum, það var samt margir með mér í anda, Þorkell, og við áttum þokkalegustu ferð. Það sem ég vil segja um þetta er að úrslitin voru góð, mjög góð, en ég lít á frammistöðun í leikjunum sem ekkert meira en ágætis frammistöð. Náum í stigin 6 og höldum hreinu, skorum 7 mörk, allt er góð með það, en sérstaklega mútið Slóveníu, það hefði ég viljað skora fleiri mörk og það erum bara að tala út frá opnunum sem við náum að mynda og tækifærin sem við áttum. Og ég var óánægður með hvernig við framkvæmdum í kringum vítategin og það er eitthvað sem ég vil hafa á miklu hærri standard þegar við spilum hérna heima við Slóvenina. Frammistöðin í Færeyjum var ekki á þeim gæðum sem við viljum sýna, við vinnum samt 5-0 og þessi leikur, ég ætla bara að segja það núna, ég er bara mjög feginn þetta sé búið að spila við Færeyjar. Á því leytinu til að það er erfitt að spila svona leik og eiginlega getur nánast ekki komið út úr svona leik nema með eitthvað vonda tilfinningu. Því að ef við hefum fengið mark á okkur, þá hefði það verið katastrófa, ef við hefum ekki náð í 3 stigin, þá hefði það verið katastrófa. Og bara það að finna það að við vorum ekki búin að opna leikinn með mörkum á fyrstu 20-30 mínútunum, það skapaði frustration í liðinu þráttur við vorum búin að undirbúa okkur fyrir það. Þannig að þetta var svona einn leiðilegasti leikur sem ég tekið þátt í. Bara til að vera alveg hreinskilinn. Og við vinnum samt 5-0. En þetta er bara partur af þessu, við klárum það sem við ætlum að klára og ég er núna mjög bjartsýnn á framhaldið. Við höfum 3 heimaleiki sem við erum búin að vera að bíða eftir að komast í. En nú erum við basically, ef ég fæ að sletta, komin á hennan svona síðasta kafla í þessari undankeppni sem við erum búin að horfa til, sem hefst á þessum leik við Slóveníu. Aðeins með stöðuna. Hún lítur svona út, staðan í riðlinum, Þýskaland á toppnum, eða 2 leiki eftir 15 stig. Og svo komum við í öðru sæti með 13 stig, Tékkland 7, Slóvenía 3 og Færeyjar ekkert. Allir nema Þýskaland eiga 3 leiki eftir. Þýskaland á eftir leikum mot okkur hérna 1. september og leikur Færeyja eftir það 4. september. Þannig að þetta lítur einfaldlega svona út. Við lögum upp með það þegar við fórum á stað að setja þetta upp að þegar að í þessu haustleiki kæmi þá væri við þeirri stöðu að hafa örlögin í okkar höndum. Við þurfum að vinna 11. júní til að klára það markmið og þá er staðan einfaldlega þannig að örlögin eru okkar höndum, að sjálfsögðu eru Þjóðverjarnir líklegri og pressan er á þeim, en það er ótrúlega gaman að koma okkur í þá stöðu að geta gert eitthvað sem að engum í fótboltaheiminum hefði getað órað fyrir að Ísland myndi vera fyrir ofan Þýskaland
þegar að verður flautað af í þessari undankeppni. En við trúum því að þrátt fyrir að þýska liðið sé töluvert betur mannað en okkar og hefur alla sína hæð að við getum klárað þennan riðil í fyrsta sæti. En að því sögðu, þá erum við samt meðvituð það að þýska landsliðið er gríðarlega sterkt og við þurfum að tryggja það að við komumst allavega inn í umspilið. Og til þess að komast þangað, þá þurfum við 6 stig af þessum 9 sem í boði fyrir þessu lokatörn. Það er bara 4 lið sem fara í umspilið úr öllum riðlunum. 4 bestu árangrar í öðru sæti og líklega þurfum við 6 stig í viðbót til þess að tryggja það. En það er náttúrulega, getur ýmislegt breyst, mögulega gæti við þurft minna, en við horfum bara á það sem að ég veit að tryggir okkur og það eru 6 stig. Þannig að bara allir séu upplýstir stöðuna. Og að næsta leik hjá okkur, 1 leikur í þessum glugga sem í júní, þessi klassíski 10 daga alþjóðlegu leikdagagluggi, þegar við fórum og röðum í töflu með UEFA, þá þurftum við að púsla út frá því að við getum náttúrulega bara leikið á Laugardalsvellinum á ákveðnum leikdögum, út frá veðri og vindum og allt það. En að því að við erum að fara á HM og við erum lítið knattspyrnusamband, þá vorum við mjög ánægð með það að spila bara 1 leik í júní og við spilum þennan leik við Slóveníu 11. júní og það er alveg ljóst að það þýðir að við erum inn í miðjum undirbúningi með karlaliðinu á meðan að við erum að undirbúa okkur og þeir eru að undirbúa sig og það er bara þannig að þeir eiga sviðsljósi núna og það er bara allt í góðu með það að við erum öll að fara í sömu átt hérna. Við viljum að þeir fái allan þann stuðning og við þurfum ekki að biðja það, þeir fá hann, en við erum ekki að fara að rembast við það að keppast athygli við þá fram að leik. Hins vegar er það þannig að við munum vera með 2 fjölmiðlaíventa, annars vegar opna æfingu þar sem fjölmiðlar eru velkomnir upp í Breiðholti og ég mun passa upp á ykkur þar. Og svo verður mixed zone daginn fyrir leik, þar sem að verður líka opið fyrir myndatökur og annað. Þannig að það eru 2 fjölmiðlaíventar í undirbúningnum og svo 11. júní þegar strákarnir eru komnir út til Rússlands, þeir fara út 9. Þá ætlustu til þess og vonust eftir að fá sviðsljósið þann daginn og stuðningin sem fylgir því. Við æfum, eins og ég segi, til að byrja með upp í Breiðholti. Það var mitt val að fara þangað og þeir tóku gríðarlega vel í það að taka á móti okkur og alltaf þegar við farið þangað þá er hugsað gríðarlega vel okkur og við fáum okkar eigin aðstöðu þar og bæði fundaraðstöðu og klefa og annað. Þannig að það er eins gott og það getur verið og ég segi þetta ekki af því að ég er leiknismaður, þetta eru topp aðstæður, ég þekki allt þarna og það er gott að vera. Við eigum enga æfingaaðstöðu knattspyrnusambandi, við eigum innan Laugardalsvöll hérna. Þeir strákarnir eru náttúrulega að æfa hérna líka og í staðinn fyrir að vera að berjast eitthvað æfingatíma og annað, þá er bara miklu betra að við förum upp í Breiðholt, tökum fyrstu 3 æfingarna þar og fundum og svoleiðis þar og svo komum við til æfinga hér föstudaginn 8. júní þegar að strákarnir eru að hvíla sig eftir erfiðan leik við Ghana kvöldið áður. Við munum æfa mikið miðað við landsliðsklukka. Það er náttúrulega bara 1 leikur, þannig að það verður gaman að geta æft svolítið og djöflast á æfingarsvæðinu. Allavega er ég mjög spenntur fyrir að sjá hvað leikmennirnir segja þegar þeir koma. Bara örlítið Slóveníu. Mjög óþægilegur andstæðingur. Að því leytinu til að þú veist aldrei hvað útgáfa fær. Þetta er lið með leikmenn sem getur meitt okkur og þeir hafa alltaf truflað sterku liðin í hver einustu undankeppni. Það hafa ekki gert það núna, það hafa verið að spila að mínu viti undir getu. Eins kjánulega það orð hljómar, þá veit ég bara að það býr meira í liðinu, það kom nýr þjálfari og það er að koma strúktúr á liðið. Við þurfum að sjá til þess að þeirra vopn verði ekki beitt á móti okkur og við þurfum að spila okkar allra besta leik til að klára þetta.
og því fyrr sem við gerum það að meiða þær með því að taka tökin hérna föstum tökum á Laugardalsvellinum, skora helst snemma, því öruggari verðum við með sigurinn. Ef við höldum við lengin í leiknum þá getur hvað sem gerst. Þannig að það er auðvelt út frá töflunni og sögu Slóveníu að tala það niður. Þetta er ekkert Færeyjardæmi hérna. Þetta er lið sem getur meitt okkur og við þurfum bara að vera í toppstandi og mæta vel einbeitt til leiks til þess að klára þetta. Ég ætla ekki að tala meira Slóveníu. Það er allir að bíða vantilega eftir stöðunni á Söru. Ég ætla aðeins að byrja á jákvæðum fréttum og það er náttúrulega fyrst að nefna bara það leikmenn hafa verið að vinna titla. Glódís var bikarmeistari á dögunum með Rosengård og er að spila gríðarlega vel í einu af bestu liðum í Svíþjóð sem er mjög jákvætt að hún hefur vaxið hratt núna upp á síðkasti og hefur spilað vel í stóru leikjunum. Og svo er náttúrulega Sara Björk að jákvæða við hana núna er að hún er búin að eiga gjörsamlega sturla tímabil með Wolfsburg. Og það er bara þannig, ég fylgist mjög vel með þeim og alla stóru leikina horfi ég á og hún er bara búin að vera besti leikmaður Wolfsburg. Það er bara þannig. Og þetta fær Pernilla Harder og það er sem skora mörkin mestu athyglinna, en án hennar það væri þær ekki búin að klára þessa stóru leiki eins og við sáum í Champions League þar sem hún var náttúrulega bara hálfur leikmaður en samt sem áður leið hún fyrir út af þá sá maður að það hafi engan til að fylla hennar skarð. Landsmeistari, bikarmeistari og silfur í meistaradeildinni því miður en samt sem áður stórkostlegur árangur hjá Söru Björk þetta ári. Og svo fannst mér vert að nefna byrjun Kristianstad í sænsku deildinni sem er mjög áhugaverður með við lið með lítið fjármagn en það er búið að byggja upp þarna gott konsept og Sif er búin að vera frábær og þar erum við náttúrulega með Íslands þjálfarateymi í Betu og Bjössa og honum Orra og þau eru bara að gera stórkostlega hluti og ég vona að þau ná að halda dampi og taka þátt í toppbaráttunni eins og það lítur út svona í upphafi móts. Í neikvæðu fréttirnar, Rakel Hönnudóttir tóknaði aftan læri fyrir 4 vikum, er að koma tilbaka, búin að klára núna 3 æfingar í röð. Fandís búin að vera ströggla í vetur, bæði með meiðsli og klúburinn ekki búin að vera sterkur. En hún er að koma heim og þegar hún kemur í bláu treyjuna núna þá verður hún í réttu standi andlega og líkamlega. Og svo eru stóru fréttirnar, það eru við fengum niðurstöður bara rétt fyrir fund varðandi Söru Björk. Hún meiddist á hásinni eins og þið vitið í úrslitum meistaradeildarinnar. Hún verður frá í 5 til 6 vikur. Það er trosnu hásinn. Þetta var mjög óljóst eftir leik allt. Og það er sem sé rifa í hásinni hjá henni og verður frá í 5 til 6 vikur og þar að leiðandi tekur hún ekki þátt í leiknum við Slóveníu. En hennar endurhæfingarferli mun miðast af því að hún verður búin að æfa vel í toppstandi fyrir leikina við Þýskaland og Tékkland. Þannig að öll samskipti mín við hana og sjúkraþjálfara og lækna af Wolfsburg eru mjög góð. Við verðum inn í ferlinu knattspyrnusambandið allan tíman til þess að sjá til þess að ef við getum gripið eitthvað inn í til að hjálpa henni að vera tilbúin fyrir haustið, þá gerum við það og við erum vongóð að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því, en auðvitað mjög slæmt að missa Söru úr leiknum núna í 11. júní. Og förum við í leikmannahópinn. Aðrir leikmenn. Þetta er hópurinn. Ég vel 21 leikmann, vanalega veljum við 20 leikmenn, en í ljósi stöðunar á Rakel Hönnudóttir, þá veljum við 21, þar sem við erum hérna heima og það lítið mála að taka auka mannin á æfingu og við munum taka stöðun á Rakel þegar hún kemur hérna með okkar sjúkrateymi, hvort hún sé nægilega fitt til að taka þátt í verkefninu og gefum okkur 5 daga í það. Breytingarnar frá því seinasta verkefni eru þær að Hlín Eiríksdóttir fer út úr hópnum og ástæðan fyrir því er fyrst og fremst svo að undir 19 ára landsliðið okkar er að fara að spila í milliriðli og við vildum að Þórður og Jörundur myndu hafa
alla þá leikmenn sem þeir gátu valið úr fyrir utan Öglu Maríu Albertsdóttur til að spila þessum milliriðli því að þetta er mjög spennandi 19 ára landslið sem við erum með í höndunum og við vonumst til þess og við trúum því að við eigum séns á að fara áfram og nú setjum ég press á Dodda að koma okkur áfram úr milliriðlinum og spila í lokakeppni U19 því það er óbóðslega mikilvægt fyrir þennan efnilega kjarna sem við eigum sem er í undir 19 ára liðinu og ég vona að þetta gangi vel hjá þeim. Annars koma inn Berglind Björg Þorvaldsdóttir, hún kemur aftur og búin að ná sér á strik, vel á strik eftir erfiðan vetur, búin að byrja Pepsi-deildina vel og lítur mjög vel út. Arna Sif Ásgrímsdóttir sömuleiðis, búin að vera frábær í uppáðum móts með Þór Káa, búin að spila vel með Þór Káa og kemur inn ásamt Önnu Rakel Pétursdóttir, vinstri bakverði úr Þór Káa einnig. Selma Sól búin að vera að spila hjá okkur í væng-bakverði í ljósi meiðslana á Rakel og Söru Björk. Þá mun Selma setja einbeitinguna hennar á að spila sem miðjumaður í þessu verkefni og hún er búin að spila gríðarlega vel í Pepsi-deildinni í sumar og búin að þroskast mjög hratt og örugglega núna seinasta árið. Klárlega framtíðarmaður fyrir landsliðið og nú þarf hún að vera tilbúin að taka næsta skref. Svona er þetta, menn meiðast, reynslumiklir leikmenn dett út og við höfum lent í því ítrekað upp á síðkastið að þá þurfa áreyndar leikmenn að gjöra svo vel að taka kútan af sér og byrja að synda og ég treysti Selmu fullkomlega í það verkefni. Ég held að það sé komið bara í bili. Ef ég er að gleyma ykkur þá eru þið með í kollinum og við skulum bara opna fyrir spurningar frá ykkur. Þú varst út í kenningarið og þegar að svara meiddist, hvernig var bara hitt hann eftir leik og svona alltaf? Það var mjög gott að vera í kenningarið þegar þetta gerðist. Ég hef ekki boðið í það að sitja fyrir framan sjónvarpið. Satt best að segja, það vissi ég ekki af stöðuna á henni fyrir leik, að hún væri búin að vera svona tæp og sárþjáð í hásunni. Ástæðan er einfaldlega svo að ég hef lagt það í vana minn að ef að leikmaðurinn talar þannig um mig og hann sé að fara að spila leikinn, þá er ég aldrei að efast líkamlega heilsu leikmannsins. Og ég geri það einfaldlega vegna þess að ég vill ekki að leikmenn séu undir áreiti frá sínum félagsliðum þegar þeir eru hjá mér, varðandi líkamlega heilsu heldur treysti ég fólkinu sem er að vinna í kringum hana. Hún fór klárlega fram úr sér, eðlilega. Hún var að spila bikarúrslit og svo úrslit í meistaradeild og gekk og langt á líkama sinn. Og þegar ég sé hann að fara þarna niður, ekki vitandi af því að hún var búin að vera tæp, þá hélt ég að hásinin væri farin og ég sá strax að þetta var hásinin og mér leist ekkert vel á það. Þess að 20 mínútur, hún fer út á 70. mínútu cirka og fram að 90. mínútu. Þegar hún kemur út voru mjög óþægilegar. En ég satt fyrir aftan bekkinn í Wolfsburg og svona í kringum 80. mínútu þá sér sjúkraþjálfari, einn af sjúkraþjálfarinn Wolfsburg mig og kallar á mig og ég kem niður og hann læt mig vita þá að það sé ekki slitið. Þannig að það var mjög gott. Og svo eftir leikið var bara mjög erfitt. Bara horfa upp á Söru svona missa af þessu tækifæri að verða Evrópumeistari. Og það var erfitt en samt gott að vera á staðnum og svo er hún mjög brött í dag. Það er bara þannig að hún er náttúrulega algjör nagli og svona er bara sportið. Og hún gerir sig grein fyrir því. Það var svona fyrirliði, það er strax tekur bandið á því? Það fer eftir hverju ég byrja inn á hjá okkur og við erum með náttúrulega bara róterað svolítið í fyrirlega genginu hjá okkur. Við vorum með fyrirlega teymi fyrst í Margréti, Söru og Dagný. Svo fyrir Margrét út, það var það Sara, Dagný og Guðbjörg og svo bættum við inn í það Sif og Gunnhildi. Þannig að það er einhverjir af þessu leikmönnum, Guðbjörg, Gunnhildur, Sif, einhverjir af þeim verðum með bandi. Það er staðið fram í því áður að vera kortur og Söru hérna um? Nei,
ekki nema að við höfum valið það sjálfur í æfingarleikjum. Já. Þannig að þetta er fyrsti mótsleikurinn sem við erum án þeirra tveggja og fyrsti mótsleikurinn á Söru held ég. Því þetta eitthvað breytingar á leikkerfum fyrst að og ekki bara daginn og Sara líka. Og Rakel Tæp. Þannig að það kemur til greina, já. Nú er ég búinn að bara bíða bara náttúrulega eftir loka niðurstöðum frá Söru og búinn að vera að velta þessu fyrir mig síðan á 50-daginn. Og það gæti bara mjög vel verið að ég sníði kerfi af því sem ég tel vera sterkasta byrjunarlið okkar. En ég meina, ég hefði spilað að segja eitthvað en máttu ekki alveg vera að hluta fyrir út í Söru. Þú auðvitað skilur og þú skilur, en þú myndir spila þetta. Nei, Þínu skildir hún það ekki. Ég er ekkert pirraður út í hana. Ég hef gert nákvæmlega sama ef ég verið hún og ég held að flestir leikmenn hefði gert það þegar þú ert með bikarúrslit fyrir framæði og ert með úrslitaleiki í meistaradeildinni. Þú fer eins langt og þú getur. Þetta er svekktur og hún er manna svekktust með að lenda í þessu en ég sýni henni fullan skilning og veit bara hvernig hún er og það hefði ekkert stoppað hana og það kostar stundum eitthvað og það kostaði 5 til 6 vikur. Sem betur fer fór þetta ekki alveg. Það myndist aðeins á Kristjánsdal. Það var svona rétt að gefa þinni með gamla leirföður smá props. Eins og Óli segir hún að menna hunga hann og það er búin að gera. Ég var á Rósundaflöku í dag. Já. Magna það. Já, Elisabeth er náttúrulega þrjóskasta manneskja á jörðinni og hún er búin að þrjóskast við þarna í gegnum eld og brennistein og er í rauninni, ég veit hvað er í gangi þarna varðandi fjárhag og annað og það sem hún er að gera þarna er bara kraftaverk. Það er ekkert annað og hvernig hún er búin að strúktera klúbbinn og setja svona svolítið íslenskt módel inn í það sem hún er að gera er alveg ótrúlega flott og ég bara dáist að því, þetta kemur ekkert óvart, ekki misskilum mig sko, en ég dáist að hvað hann er ólseig og hvað það hafa gert frábæra hluti og ég vona innilega að hún fái að taka þátt í toppbaráttu með þetta lið því hún á það skilið, en leikmannahópurinn er mjög þunnur, það má lítið út að bregða á löngu tímabili sko, en byrjunliðið þeirra er mjög sterkt og vel skipulagt og það þurfa að vera svolítið heppnar, en ég bara vona innilega að þetta gangi vel hjá henni. Getur hún ekki líka verið svona enn útgáfan að vera með Jón? Veistu það er svona að byrja að eyrnamerkina fyrir stærri störf og svona? Sem ekki þá að passa á verður svíi? Hún verður aldrei svíi. Hún er svo langt frá því að vera svíi sko, þess vegna er hún alltaf að lenda upp á kantana. Þannig að en þetta líta þeir til hennar og hún er búin að vera að vinna fyrir sambandið í einum og öðru störfum í tölvöran tíma núna og það er ekki skrítið, þetta er bara frábær þjálfari og frábær manneskja, þannig að það getur vel verið að hún taki eitt hjá sænska landsliðinu og það væri bara frábært fyrir hana ef hún hefur áhuga á því, en hingað til hefur hún ekki haft áhuga neinu öðru heldur en Kristjánsstað, það er bara eins og það sé nafli alheimsins sko, sem það er ekki fyrir þá sem hafa komið á það. Þetta er Pepsi á stað? Þetta er búið að vera svolítið svona upp og niður, satt best að segja, margir góðir leikir en svolítið svekkjandi að það eru nokkur lið búin að koma inn í móti, bara ekki alveg tilbúin og maður sé mikla breytingu til dæmis á Selfoss og Grindavík bara í seinustu umferð frá því upphafi. Þetta er stutt mót og það hafa illa efni á því að byrja móti svona hálfhaltrandi, það er margt sem spilar inn í það, en glæsilegt eins og hjá Grindavík að koma svona sterkt tilbaka og vinna eitt af sterkustu liðum landsins og svo framvegis. Bara svona stígandi, það eru sumir eins og ég nefndi Örnu Sif og Berglindi sem eru búin að vera frábærar, Selma Sól líka og margir svona bara búin að vera fínir, en topparáttan og liðin það í kringum það eru góð, en það eru þessi 4 lið sem eru bara mjög jöfn og verður baráttan milli þeirra. Ég held að leikmenn munu svona bara eins og er í íslensku deildinni, vaksa bara með deildinni fram á haustið og verða í toppstandi þegar kemur að septemberleikjunum. Það var enginn sem að tók til fyrstu 4 ára fyrir. Það er auðvitað svona þekkir sem að þú varst virkilega að horfa. Það verið þannig
Jú, það er búið að vera alveg margir sem vekja áhuga hjá mér, en við erum náttúrulega bara með íslenska landslið og það er erfiðara en að segja að komast í 20 manna hóp, ungar stelpur að standa sig vel, en þá kemur aftur að því að við erum með 19 ára lið í verkefni og það er best fyrir þær að fara það verkefni og best fyrir íslenska fótbolta að þeir fara þangað og standi sig bara vel. En eins og oft með unga leikmenn, það vantar stöðuleik í þær. Það er eiga eitt frábæran leik og svo er það ekkert sérstakari næsta og það er eitthvað sem þau þurfa bara að finna og þroskast með. Það er smeykur fyrir að stóða nýja leik, bara að fá leikur til að hafa fókus og annað. Þetta leik í haust, sérstaklega Íslandsleiki, leiki sem koma núna á milli fyrir Ísland og tjekkum núna í haust. Það kannski í byrju leikir bara. Það er svolítið þannig, en ég held að ef við náum bara þessum rétta fókus, ef við erum ekki í standi hérna, þá getum við bara slepptið að mæta hérna í leikina í haust. Þá erum við bara að spila þetta úr okkar einu höndum. Þannig að fólk verður bara að átta sig á því ef okkur langar í þessa úrslitaleiki, þá þurfum við að vera í standi. Og þekkjandi þennan hóp, þá verður þetta allt í toppstandi og einbeitingin verður til staðar og við klárum þetta með virðingu fyrir andstæðingunum okkar og hirðum þessi 3 stig og komum okkur í rosalega veislu næsta haust. Ef við gerum það ekki, þá verður ekkert nema hérna svartnætti þegar við mætum á móti Þýskalandi og Tékklandi. Þetta er okkar val, sko. Og við höfum talað þetta opinskátt við leikmennina og eigum hérna fallega glæru af miklu svartnætti yfir Laugardalsvelli sem eru 4 í stúkunni og við sýnum hana reglulega. Ég er bara tilbúið fyrir aðsókninni hvort þá er einhver í hvora áttina áhrifin verða út af undirbúningi kaffiðsins. Því að hafa kaffi eða skæði. Ég er rosa bergdreyminn og svo er líka sérfræðingur og ég held að mín sérfræðiþekking segir að það verði fullt af fólki hérna. Þetta hjálpa okkur bara. Þetta getur ekki haft vond áhrif. Það er ljóst. Þannig að ég er líka bara jákvæður. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Svona alvöru tala þá er ég ekkert að spá í. Ég er bara að spá í að sjá til þess að við vinnum. En ég er alltaf mjög glaður þegar fólk á vellinum. Það er svo miklu, miklu skemmtilegra að spila. Þannig að ég er mjög jákvæður fyrir því. Þannig að þú horfum ekki á Þýskalandi til þjálfara að verða þetta? Mjög góð. Mjög jákvæð teikn fyrir þá, eða þær. Það er bara á sig mikill aðdáandi þjálfarans. Einhver hluta vegna veit hann allt hann. Og ég... Já, Hort Húbert. Hann klárar og svo tekur hún við vinkona mín sem ég get ekki unnið frá Sviss. Þannig ég er mjög fegin, hún tekur ekki við strax. Og hún er enda Þjóðverji. Og já, ég get ekki unnið hana, ég er alltaf tapað fyrir henni. Og hún tekur við bara eftir undankeppnina með Sviss. En það er bara mjög flott holning á liðinu. Ég sé það bara strax á þessum fyrstu leikjum að hann er með góðan strúktúr á liðinu og allir sem ég þekki í kringum þýskan fótbolta tala rosalega vel hennan náunga. Þannig að hann hefur bara náttúrulega búin að vinna lengi í landsliðsumhverfinu. Þannig að þetta var auðvelt fyrir hann að ganga inn í þetta. Með gott heimili líka í kringum sig en þetta veikti ekki liðið neitt allavega. Bara komið gott. Þetta er svo gaman. Já, spila þetta. Nákvæmlega. Flott, takk fyrir komuna. Akra fólkinu að fara.